fyrir. Ok, þá held ég við séum bara tilbúin að byrja. Velkomin hingað í Hannesarholt. Ég heiti Ásrún og ég fundarstjóri bara í dag eða kvöld og við erum hingað komin til að velta fyrir okkur hatursorðræðu. Þið sem eru að horfa í streymi, það hægt að kommenta og við munum sjá það, þannig getið þið verið með í umræðinni ef þið eru með eitthvað spurningar og svoleiðis. Ég engin sérfræðingur í hatursorðræðu en þau hérna þrjú eru það. Og ekki ég samt. Nei. Þau tvö. En þetta líka bara spjall og við viljum að sjálfsögðu heyra hvað þið hafið málið að segja og getið spurt. Sjálf ég danshöfundur og sviðslistakona, við unnum mikið með ungu fólki og brenn fyrir batnandi heimi eins og vonandi við flest. Þannig að kannski bara þið byrja að kynna ykkur. Hver þið eruð og hvaðan þið komið? Ég heiti Reynolfa, ég forseti Trans Íslands. Hæ, ég heiti Kristín og ég tala ensku eða? Ég held ekki. Does anybody not speak Icelandic? I mean, me, but I can understand it. Okay, no. Okay, then I'll speak. Það tala íslensku, sorry. Ég heiti Stína, ég meðstandandi anti-rastana og ég nota hún fornöfn. Ég heiti Níels og ég leikari og sviðslistamaður sem starfa líka með ungu fólki og til í batnandi heim og ég kem hér í nafni kærleikans og bara sem eirur líka. Einmitt. Og þið eruð öll frá ungmennaráði Reykjavíkur, er það rétt skilið? Reykjavíkurráðinu? Já, sem eru ungmennaráðin, ekki Reykjavíkurráðin. Einmitt sem þið voru að segja mér frá hérna rétt á? Já, ok. Some of us are in the council. Ég skil, ok. Og þið eru starfsfólk? Ok. Þið eru líka með á fundinum, held ég. Velkomin. Já, þá kannski bara vildi ég byrja að spyrja ykkur hvaða þýðingu hatursorðræða hefur fyrir ykkur og hvað er það? Já, ég veit ekki. Hver að byrja? Vilt þú byrja? Ég Já. skal byrja, já. Hvaða þýðingu hatursorðræða er fyrir mér? Sko, ég náttúrulega hef lent í því hér áður fyrr á Íslandi og bara líka annars staðar. Hún ofta sýnt sig í því að sérstaklega að því ég á TikTok eins og öll margir að þá mikið af nafnlausum aðgöngum að kommenta bara ógeðsleg komment og ég ákvað að deila einu myndbandi þegar ég var bara í Norlíkholti að bíða eftir Joplin samlokunum minni og þá lenti ég því að gamall maður kemur og spyr mig á ensku, bara byrjar að spjalla með ensku og ég svara íslensku það því ég náttúrulega heyri hreiminn, það oft heyrist hreimurinn sko, ég held að fólk gerir sig grein fyrir hvað Íslendingar eru með sterkan enskar heim. Íslenskar heim þegar ég tala ensku og já, allana og hann sem sagt spyr mig bara út í allt og ekkert skilur og ég náttúrulega bara kurteis og svara en síðan náttúrulega þetta orðið úrslega pirrandi af því að ég vil bara vera hann í friði að bíða eftir samlokunum minni skilji og þannig bara farin út í þú veist að spyrja fjölskyldahag og hvar ég búi og hvar ég vinni og bara svona ótrúlega persónulegar spurningar. Þetta ekki beint hatursorðræða þetta en ég ákvað að dreifa þessu sem sagt á TikTok og þá fekk ég stundu bara svona hatursorðræðu undir TikTokið og fólk var bara ég fekk að heyra að ég ætti bara bókstaflega að fremja sjálfsmorð af því að ég væri bara einhver svartur api út í bæ skilji sem rosalega leiðilegt að kommenta og sérstaklega þegar maður vaknar bara við það bara 5. morgni bara þetta var ekki dagur og ákveð því miður að fara á TikTok og les síðan bara þetta náttúrulega eðilegt þetta dálítið mikið daginn manns fyrir manni. Var eitthvað meira að setja að svara? Nei, Nei, ok. bara að lesa, já. Já, takk, haldið bara. Já, ég held í sjálfsögðu að við tala út frá transsamfélaginu og sé það mörguleyti svipað. Það mjög mikið svona að fólk fær náttúrulega, aftur kannski ekki beint hatursorðræða en fólk fær oft skrýtnar spurningar og svoleiðis og það einmitt orðið alveg sérstaklega áberandi á TikTok til dæmis en líka bara í kommentakerfum fréttamiðla að í hvert einasta skipti sem eitthvað kemur út sem að bara á einhvern veginn tengist transfólki það þarf ekki einu svona snúast transfólk það bara kannski transfólk manneskja í fréttinni að þá fyllast all kommentakerfi af
já, hatursorðræðu í víðum skilningi, gagnvart einstaklingum, gagnvart hópnum og já, þetta hefur alveg aukist greiðlega mikið á síðustu árum, allavega ykkar transfólks og ég gerir ráð fyrir bara ykkar allra hjaðarhópa eins og þróunin hefur verið og þetta er mikið áhyggjuefni og þetta hefur áhrif á líðan fólks sem sér þetta þegar þetta er allt sem það sér einhvern veginn á samfélagsmiðlum þegar allt saman er svona neikvætt og getur þetta bara haft þau áhrif að fólk tekur síður þátt í samfélaginu af því að það upplifir sig óvelkomið. Já, ég hef velt þessu sérstaklega fyrir mér í garð sko ungs fólks og þá sérstaklega allra þeirra sem eru undir sko 18 ára á þeim forsendum sko út af því að maður velur sér ekki foreldra. Mér finnst það svo merkilegt líka sko að hvernig umhverfi og orðbragð er notað í þínu nánasta umhverfi, hvernig er veröldin kynnt fyrir þér og vald sem einstaklingurinn hefur til þess að meðtaka sko sem er mismunandi sko til þess að meðtaka og svona hliðra til og svona aðeins til þess að skýra þetta fyrir sér sko, skiljiði mig fatta ég hvað ég við, út af því að það er svo margt sem einhvern veginn fólk er svo skoðunaglatt og mér finnst við lifa á svona öld svona móðgana, skiljiði, það er svo rosalega margir móðgaðir fyrir hönd einhvers annars og þetta er allt komið einhver svona svolítið hringavitleysu finnst mér sem er bara gott að blessa út af því að þetta er svo í mörgum tilfellum augnablik þar sem maður á að staldra við og bara meðtaka og þarf ekki að hafa skoðun einmitt til dæmis á þessu góða vídeói sem þú birtir á TikTok skilur, ég veit ekki hvað veldur því að einhver myndi skrifa þetta undir svona saklausu myndbandi bara úr hversdagslífið þínu skilur og hvaða vald eða svona og hvað skal segja svona þessi ákvörðun, já ég á að hafa rétt á því að mynda með skoðun á þessu. Já, það var líka þú tengt þessu myndbandi, var líka fólk mikið að segja, skamma mig fyrir að vera eitthvað ásakanum að vera rasista þegar ég gerði það aldrei, skilji. Þú veist, ég var þarna bara að deila minni upplifun yfir því að vera af þessum manni, að vera, skilju, svört manneskja á Íslandi og hvað ég, þú veist, eins og er stundum sagt, svart fólk er aldrei aleitt, það er alltaf einhver hvít manneskja sem er til í að vera partur af þeirra lífi og þetta er bara svona mega sense, þú veist, þú ert aldrei einmana þegar þú ert svartur, það er alltaf einhver hvít manneskja að horfa á þig eða eitthvað svona og já, svona alltaf til í að koma með skoðanir inn þig og þetta svona. Já, svona fólk að hafa skoðanir bara einhvern veginn á tilveru fólks, það er mjög galið í rauninni. Já, þetta því að við einhvern veginn svona þurfum alltaf að hafa skoðun á því í staðinn fyrir bara svona meðtaka, já, einmitt þetta bara svona þessi skoðun er til, dásamlegt og bara velta því fyrir sér í stundum bara í einrúmi, bara út af því að þó maður ná ekki stundum yfir það og við eigum heldur ekki að geta skilið allt. Skilur, manneskjan er ekki gerð til þess að skilja alla mögulega hluti. Nei, og það er engin krafa að skilja allt. Nei. Þess að geta búið virðingu fyrir fólki. Auðvitað ekki, og virðing er fyrst og fremst. Og þú myndist það að reyna því að finnst þetta að vera að aukast og ég held að það sé eitthvað sem er svona umtalað. Af hverju? Sko, það sem hefur kannski helst orðið á síðustu árum hefur verið, hefur svolítið átt sér stað, með mínu upplifun svo að það hafi mikið átt sér stað í gegnum TikTok alveg sérstaklega, þannig að það er mjög svona öðruvísi form af samfélagsmiðli heldur við höfum séð áður. Þar sem að efnisval er svolítið rosalega mikið stýrt sem gera verkum að það er rosalega auðvelt að leiðast ofan í einhverja hólu af ákveðnum tímum af efni og út af þetta gera þá einstaklingar eins og Andrew Tate og Frosti Logason og svona þessar týpur og þannig að og þegar sérstaklega að þetta hefur mikið séð þetta líka sérstaklega hjá ungmennum, hjá úlingum og ungu fólki það kannski er fólk sem er einhverju leyti viðkvæmara fyrir hefur kannski ekki
og margt kannski býr bara ekki við bestu aðstæður eða þekkir ekki fólk í sínu eigin lífi sem að jaðarsett og einhvern veginn getur ekki mynda sér einhverju gagnrýna skoðun á því sem það er að sjá og þá er rosalega auðvelt að festast í þessari hringiðu það sem er bara verið að sífellt að fæða fólk meira og meira af hatursfullu efni. Ég held líka sko bara fólk sem er í valda mikilli stöðu eins og við sjáum þú veist Donald Trump forsetaskilju, hann er að hafa rosa mikil áhrif núna bara hafið þú veist hann er alltaf kjörinn forseti í Bandaríkjunum og hann alltaf er alltaf að fara til fjandans afsakið orðbragðið þannig að þú veist bara fólk í valdastöðu hefur líka mjög mikil áhrif á skoðanir annarra og líka saman með okkar pólitík skilju eins og miðflokkurinn skilju er komið með ég er í stjórnmálafræði og miðflokkurinn er komið með óslega mikið fylgi og fekk mikil fylgi núna líka sérstaklega í krakkakosningunum þú veist ef við ræðum þær aðeins að þau hafa verið efst. Já, akkurat. Já, þið unnu skuggakosningar. Alveg rétt. Akkurat. Já. Og þau voru mikið á TikTok, er það ekki líka? Jú, mikið á TikTok og svona einmitt líka voru með svona áhrifavald í að leiða listasinn í Reykjavík sem að hefur staldið talað á þessum nótum. Já. Tekur eftir svo miklu mun á krakkakosningunum og síðan fullorðinskosningunum. Það er greinilega að það er eitthvað á TikTok sem mikil áhrif á þetta. Já, mér skilst líka vissu að miðflokkurinn hafi verið með barn í kosningamyndbandinu sínu. Já, ég frétti reyndar það líka. Hvað var það aftur? Fyrir krakkakosningarnar sko, þá sendu allir flokkarnir inn kynningamyndband. Og miðflokkurinn barn? Miðflokkurinn var með barn í sínu, en hinir flokkarnir voru með fullari fólk. Einmitt. Vildu þú bæta við? Yeah, I think it's also just a matter of, there's so much emphasis nowadays, especially for teenagers, on things being entertaining. They don't get to be important just by virtue of being important to our lives. Yeah. Like people like, oh, but this is boring, when it's something that just heavily affects everything about your life. Yeah. I think like the votes of like the teenagers and also the adults make me like, oh my God, I can't English anymore. Anxious? Yeah, make me more anxious about like what if the voting age is actually like lower to 16, because like 16 years olds right now, they are not ready to vote, honestly. No. It's such a Okay. radicalization. Einmitt. Like it's what you nowadays like, with everything that's happening and how like I mean at the end at this age we are influenced by a lot of stuff, you know. And it's just a matter of it's just like a matter of luck if you're influenced by the right things or not. It's a matter of where you at, the country you're in, also what you watch on TikTok, your parents, your family, your friends. And it's not said that you will be in the right side. And our brain stops developing when we are 25, usually, you know. So why should the voting age be lowered at 16 when we are so influenced and most of the times we are not like having good influences? Yeah, I mean, absolutely, especially when people need these things to be all entertainment. A lot of the time they don't consider it to be something that they have to think so deeply about. It's just a joke, it's just something funny, it's just something I watch in my free time, but you're still watching it, you're still consuming it, it's still shaping who you become as a person and what you do in society. Like, it's very concerning to me. Frábær punktur. Já, frábær punktur. Og hvernig er hægt að sporna gegn þessu? Hækka kosningaaldurinn? Já. Þú veist, hvað finnst ykkur að hatursorðræða til dæmis er bönnuð, hún er í lögum bönnuð, en þú veist, ég veit ekki hvort hún er hún refsi, þú veist, er hún, ég veit það ekki, en já, hvernig er hægt að sporna gegn þessu? Sko, hatursorðræða vissulega er refsiverð, en það er bara erfitt að fá hana dæmda. Dómstólar eru mjög tregir til þess að dæma ummæli sem hatursorðræðu, þannig að það er mjög sjaldan sem það er sakfellt. En það sem að hefur svona kannski verið svona í allavega mínum kreðsum mest áherslu á núna er gagnræða, sem sagt gengur það út á það að láta hatursorðræðu sem við sjáum ekki bara óáreitta, koma frekar inn með jákvætt sjónarmið, segja eitthvað sem til þess að vega upp á móti því sem er verið að segja, og svona sína markmiðið er ekki að sannfæra fólk í sem er að kommenta hatursorðræðu, heldur að
utanaðkomandi fólk sjái eitthvað annað. Svo þetta sé ekki bara allt saman fullt af hatri, af því að þá yfirgnæfi það rosalega mikið umræðuna og getur látið fólki líða eins og það standi enginn með þeim. Einmitt. Ok. Mér finnst eins og þetta bara að gera eitthvað að þetta að hvað? Bara Ísland ætti að fara eitthvað að biðja að, þú veist, við ræddum einhvern tímann í Reykjavíkurráðinu hvernig væri hægt að, þú veist, minnka svona einhverja notkun á samfélagsmiðlum með eitthvað svoleiðis og er hægt að nota kennitölu eða eitthvað inn á TikTok. Mér finnst að Ísland allavega ætti að fara að prófa allavega að taka eitthvað svona dæmi svona inn á samfélagsmiðlum eins og TikTok, Instagram, etc. Og það gæti alveg, þú veist, skána. Þá væri ekki hægt að hafa eitthvað svona eins og throwaway aðgang þar sem bara hefur ekkert nafn og eitthvað. Og þá er léttara að dæma, en síðan er náttúrulega dæma hatursorðræði þar að segja. Og hvað er það að segja? En náttúrulega það er svo mikið undir 16 ára og þá má ekki vera sakfelldur. Það ekki? Er ég ekki að þessu rétt? Jú. Já, viltu rétt að... Honestly, I think that social media should be like a pagamento, like not free. Because like if you spend your money on something, you actually value it and you'll be like, hey, maybe I should think twice before like writing some things. You know, it should be like highly regulated. And also, you don't really need social media, you know. So I think when like you need to pay for something or like pay to write a comment, especially that, like people will actually think twice, is that really worth it? Do I really need to say that? Like, Yeah, I mean, I'm Okay. Eða bara Google Play Store eða App Store sem að geti látið láta skilríki vera tengt við Google aðganginn eða Apple aðganginn svo maður getur kannski ekki downloada samfélagsmiðlum fyrir maður er orðinn það gamall og líka bara hækka aldur fyrir það. Yeah, I mean, I'm not so much for like a paywall of expressing your opinions, but I do agree that there should be like some restrictions, and I think it should more so be in accountability. What you say, you have to be ready to say that as yourself, not just some faceless account. Facebook mikið, þú ert ekki faceless þar eða hvað? Það kannski hægt. Getur það, þú getur verið með fake account. Slatt af gerfi aðgangur. Já, það er satt. Já, það er bannað samkvæmt reglum en það er ekki hart tekið á því og svo Og er eitthvað, nei. Svo líka náttúrulega er Facebook í rauninni búið að breyta skilmálum sínum að þannig að þú veist, þau í rauninni taka ekkert áhættu svona þau gerðu það aldrei í alvörunni en þau voru samt með það í reglum og hún væri ekki leyfileg. Það er eiginlega ekki einu sinni til staðar lengur. Er þetta ekki ólöglegt á TikTok? Þú getur reportað náttúrulega. Þú getur þetta brýt. Já. Það er ekki eitthvað tekið niður komment eða í sekúndi því það er náttúrulega svo erfitt að manisa. Algjörlega. Ég held ekki að þetta sé sko það alltaf var þannig að þetta var brot á skilmálum eiginlega allra samfélagsmiðla en svo hefur ekkert verið framfylgt Svo það í rauninni. svolítið að bogna, Já, og svo hefur það núna frekar dregið undan því að Twitter, Facebook og allavega fleiri hafa tekið það út eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Einmitt. En það þarf líka bara náttúrulega að fara í skóla og fræða. Þau þurfa náttúrulega að byrja á því af því það er ekki alltaf til þess að minnka aðeins það sem þarf að gera er náttúrulega bara að fara í skóla og fræða og koma með fræðslur og byrja líka bara á yngri bekkjum, byrja í leikskóla. Það er náttúrulega, ég vinn á leikskóla núna og það er mjög mikið af krökkum sem eru af erlendum uppruna og þar af leiðandi erum við mikið í því að vinna með innleiðingu og inngildingu og erum að tala mismunandi húðliti, mismunandi fjölskylduhætti og bara allt og það skiptir líka miklu máli fyrir börnina því að oft vita börnin miklu meira og eru miklu klárari en við gefum þeim tækifæri til. Þannig að og ef það er byrjað svona snemma líka þá þekkja þau heldur ekkert annað nei, sem er svo fallegt og það er svo gott. nákvæmlega. En ég ætla að spyrja ykkur kannski og bara ykkur öll, en þegar þið verðið vitni að hatursorðræðu á TikTok hvar sem þið eruð, hvort sem það er líka bara á netinu eða í raunveruleikanum, hvað eigum við að gera? Hvað gerið þið? Hafið orðið vitni, hafið þið reportað?
Já, byrju þar, já, einmitt, þessi. Honestly, I think like in real life, I tolerate it less. Yeah. Because like, okay, you thought about it, you saw that person right in their face, in their eyes, and you decided still to say it. While on social media, it's usually just people that think they're, haha, so funny, let me just say that, So I don't really take it as seriously. And also it's about like picking your battles. But I will most likely report it if it's like something very, very hateful. Well, I guess like it's mostly like teenagers, 13 years old who think they're cool, so. Yeah, I mean, also, especially online, it can feel so useless to do anything like reporting it when nothing ever comes of it. So I feel, though a lot of people can be hesitant to take action about it when they see it in real life, I think it's very important that if these are the things that you stand for, stand up for it. Like, don't let the people around you say that sort of thing. Ég hef sérstaklega tekið eftir ef ég að reporta eitthvað sem ég gera það ef ég sé vídeo á íslensku því að það svona truflar mig meira út í það svona en það aldrei gert neitt í því út af því að það það bara þau skilja það ekki. En getið þið reporta og ég meina kannski ekki endilega til, þú veist, Mark Zuckerberg eitthvað þannig, ég meina kannski líka bara til viðkomandi eða til, þú veist, kennara eða eitthvað svoleiðis. Þið fyrir ekki eitthvað mennur með það. Þú veist að reporta, láta vita einhvert annað Já. Að þetta sé í gangi hérna eða gerið þið það? Ég meina ef þetta ekkert nafnlaus aðgangur þá náttúrulega erfitt að láta eitthvað vita, kennari eða eitthvað. Ég sem sagt, já, ég tek eftir rosa mikið að hatursorðræðu, ég nota sem sagt Instagram. Það ekki mjög mikið af nice kommentum það ef við hafið einhvern tímann verið þar að skróla. En það orðið svo algengt að það bara þýðir ekkert að það bara, ég var að eyða meiri tíma að reporta heldur en að í alveg nota samfélagsmiðla. Má ég spyrja ykkur, hérna, það í lagi? Hérna, hvaðan kemur allur þessi hatur? Það fer náttúrulega svolítið eftir hvað verið að hata á. Hafið þið eitthvað? Já. After you. Okay. Honestly, hate usually comes from ignorance, I think. And unfortunately, ignorance is normalized nowadays. Like it's like, oh yeah, well, I didn't know about it. But now we have social media, we have technology, we have everything to be informed. Like ignorance has become kind of a choice now, Because if I don't know a word, I will ask my sisters, I will Google it or something. So you keep on like deciding not to do nothing about your ignorance, and that's weaponizing your ignorance. And well, most people fear what they don't know, I guess, or what they never really saw before. So instead of like educating themselves, it's easier to just hate on it because hey, they're not like me, they don't think like me, they don't act like me. Yeah, I mean, also I think there's a bit of a difference because ignorance it eventually will turn into hatred when it's left undealt with. But they come from different places. A lot of the time the ignorance that people are seeing this online, they see, okay, so a lot of these people, they're getting like attention, they're getting praise. People clearly think it's okay for people to say this, it's funny, it's not that big of a deal. But then there's also just the fact that times are getting tough. And when times are hard, extremism rises. There are kids, they're worried they won't be able to get a house when they grow up. They won't be able to get a good job, get the education they want to get, because things are difficult and they're looking for someone to blame. So it's important that we, instead of just like saying stuff to people like, hey, don't blame these people, have discussions like, okay, so if something's wrong, how can you identify the actual cause of the problem and not just blame minority groups? I think it's great to have, instead of just talking to students, have the students talk to each other with just some like, obviously interventions if stuff goes absolutely awry, but it's important for students to be able to discuss and learn to think on their own. Og ég gríp eitt þarna á lofti sem svo merkilegt að við lifum líka, nú tala ég bara Ísland, við lifum í svo rosalega svona, þegar landið svo lítið og við erum svo fámenn að við lifum á svona, við erum svo mikil einstaklingshyggju þjóð. Að allir þurfa einhvern veginn að vera ódauðlegir og skara fram úr í hinn og þessu og öll þurfa einhvern veginn að verða lögfræðingar og ég veit ekki hvað og nóga pening og bílskúr og allt í gangi, sko. Að þetta kannski ein leið eða kannski mjög auðveld leið fyrir einhverjum að bara fá röddinn í samfélagið. Þetta bara þeirra rödd, þetta bara svona þeirra take sem svolítið skakt. Það að fylgja mér? Það einmitt hérna,
mjög gott sem þú ert að segja Mjög. með hérna í rauninni populisman að þetta gerist alltaf einmitt þegar það er til dæmis slæmt ástand í efnahagsmálum að þá er rosalega auðvelt að fara að segja hei, eigum við ekki að nota þennan pening sem er verið að setja í móttöku fólks á flótta í húsnæði fyrir Íslendinga eða eitthvað álíka. Þannig að þetta er mjög þekkt og alltaf verið að skapa einhvern óvinn sem er hægt að sameinast til þess að taka athyglina frá því sem raunverulega skiptir máli. Hefur einhver stað náðst árangur eða er eitthvað jákvætt? Ég sko, ef ég fara að segja, þegar ég hef orðið fyrir hatursorðræðu sjálf sem hinsegin manneskja, þá hefur ég hef séð munur, þegar þetta eru jafnaldrar mínir, þá hef ég séð mjög mikil munur ef ég svona útskýri fyrir þeim hvað þetta þýðir sem þeir eru að segja, þegar þeir eru kannski að nota, Þegar þú svarar á uppbyggina. Já, og ég útskýri fyrir þeim hvað er í gangi, þá hef ég alveg séð mun, en ég veit ekki hvort þegar en þetta eru bara úlingar þegar við vorum kannski í 7. bekk, 8. bekk. Skiptir máli. En hefur þetta ekki bara aukist? Jú, ég held að þetta hafi aukist. Já, ég held nefnilega. En ég hvort það sé einhver starf eins og þessi saga, þarna er eitthvað munur eða eitthvað sem breytist til hins betra, það hlýtur eitthvað að vera breytast til hins betra eða er alltaf verið að verra. Það getur líka verið. Við höfum þetta séð talsverða samhliða aukningu í hatursorðræðu, þá er aukning í þessari gagnræðu, meiri áhersla á það og fólk sem kannski tilheyrir ekki sjálft þeim hópum sem eru verið að tala gegn að taka upp hanskan fyrir þeim hópum af því að það er ómögulegt ef að bara það fólk sem verður fyrir hatursorðræðunni á að standa í baráttunni af því að við erum í talsverðum minnihluta og svona að einhverju leyti þá er fólk sem hefur meiri forréttindi í samfélaginu, það er frekar hlustað á það því miður, en þannig að það er mjög mikilvægt að öll taki þátt í því. Hver er munurinn á hatursorðræðu og málfrelsi? Bara hvernig þú ferð að því að segja hlutina. Ef þú ert ekki að dæma eða hella þér yfir aðilann eða segja ljót komment eða ljótar athugasemdir við aðilann, þá náttúrulega ertu ekki með hatursorðræðu, þá ertu meira bara svona uppbyggilegt eða bara að tala, skilja. Því að öll höfum við tjáningafrelsi, en ef þú ert byrjar, eins og ég segi, bara að segja ljóta hluti, skilja, við aðilann, annarkvort beint við aðilann eða á netinu, þá náttúrulega ertu komin út í hatursorðræðuna. Að mínum mati. Tjáningafrelsi í rauninni stoppar á þeim tímapunkti þar sem við erum farin að vinna öðru fólki eða öðrum hópum skaða. Við höfum að sjálfsögðu frelsi til þess að tjá okkur það sem við viljum, en við þurfum líka að geta borið ábyrgð á því. Tjáningafrelsi þýðir ekki að við þurfum að fá að segja allt gagnrýnislaust og það þurfum við öll að virða það og það þýðir heldur ekki einmitt að það megi enginn vera ósammála, eins og er rosalega oft hent í að fólk fer að tala tjáningafrelsi þegar einhver þorir að tjá sig opinberlega gegn því sem þau voru að segja. En þegar hatursorðræða er þegar það er farið í rauninni að ganga mjög nærri réttindum fólks, þegar það er verið að tala ykkur gróft dæmi að það eigi að einhverju hópar ekki rétt á að vera til eða rétt á að gera hitt og þetta og vera að leggja til að taka þjónustu af fólki. Þá er það ekki, það gildir ekki lengur tjáningafrelsi þar sem þú ert farin að í rauninni gera atlögu að réttindum annars hóps. That here is also when common sense and empathy comes in. Of course, freedom of speech is alright. I think nobody's arguing against it. But at the same time, it's also something that a normal person should know that hey, words can also hurt. And you shouldn't be abusing of this, power, but at the same time right, just because, you have a mouth and you have free speech, And
most people nowadays are lacking of empathy because like they're so invested in themselves, invested in social media, invested in, oh, I don't have this thing that this influencer has, always think about ourselves. And I don't think that's a bad thing, I think it's good that we have like self-awareness, then like, we care about ourselves, but at the same time, it's not good when it becomes like, hey, I'm starting to lack of empathy just because I'm so invested in myself. Like the new generation, we can see that they are like, sometimes bullying other people because they don't have the new Stanley or they have like something else, like not have the new things, It's insane. And this comes, merda. Scusate. This is where like empathy comes, This is where we should start thinking, hey, do we really have to say that? Do we really have to bully people because of a Stanley? Do we really have to like, I don't know, look at people like they are less than us because they don't have like, I don't know, a big house or like the newest iPhone or something even worse. Like, I don't know, they don't have like straight hair as me. But I don't have straight hair, of course. But yeah, as an example. Þetta lætur mig líka þessi spurning, hún góð sko, og hérna lætur mig hugsa í leiklistaskólanum þegar ég var að nema þar. Þegar við vorum að vinna sem sagt einstaklingsverkefni eða eitthvað svona álíka, þá sögðu við þetta var gott, þetta skildi ég ekki og eitthvað svona alls konar, og þetta rosalega svona falleg orðræða til þess að bæði rýna til gagns eitthvað, til þess að þroska eitthvað ferli eða eitthvað svona álíka, og það hægt að nota þetta alveg svona gegnumgangandi í gegnum lífið sko, sem mjög svona, bara fólk vandar sig ekki. Finnst líka bara, út frá grunnskóla og eitthvað þannig, að þá vorum við mikið að keppast einkanir, vorum ofta að segja, fólk var bara eitthvað að keppast það hvort einhver hafi fengið 8 eða ekki, og við einhvern veginn bara, þá var maður bara alinn upp við það að þetta væri allt keppni og erum ekki vinna saman og eitthvað, og síðan, mér oft brugðið, ég í háskóla núna, að við erum kannski að hjálpast að vinna eitthvað verkefni eða einhverju að gefa mig svörin til þess að því að aðilinn bara að hugsa að við séum öll saman í þessu. Þá náttúrulega ég óvinn þeirri hugsun að því að úr mínu grunnskóla voru öll að keppast á móti hvort öðru. Já, akkurat. Þetta samkeppnis einhvern veginn hugfar og segir með þetta einstaklingshyggja eins og þú sagðir, getur verið, hún skapar mjög frjóan jarðveg einhvern veginn fyrir svona sundrungu. Þegar fólk allt bara einhvern veginn í því hugafari það þurfa að berjast fyrir sínu umfram allt, að þá þetta rosalega auðvelt að leið og í harbakkan slær leið og það orðið of dýrt að kaupa í matinn eða borga húsnæðislegu eða eitthvað slags, að þá rosalega auðvelt að fara beint í það, já, en af hverju hefur þessi hópur það betur en ég, frekar heldur en að átt að sjá því að við erum samfélag og eigum öll að, við getum öll búið í samfélagi. Já. Ég með eina spurningu og vangaveltu. Ef við lítum á til dæmis réttindabaráttu samkynhneigðra og svartra í Bandaríkjunum, hún var ofboðslega hörð og oft á tíðum mjög harkaleg. Núna hatursorðræðan, hún orðin mjög harkaleg líka, en bara í ræðu ennþá. Það ekki farið að hér allavega eða sums staðar í Evrópu kannski farið að ráðast að réttindum fólks. Eitthvað sem við getum lært af þessari baráttu eða á það ekki við núna? Gagnræðan, það snýst að kenna fólki? Þá ábyrgð hinsegin samfélagsins og svartra að kenna öllum að vera ekki aular og fífl? Eða hvernig heldur þetta áfram? Þetta það ekki á ábyrgð þessara samfélaga, þó svo það lendir mjög miklu leyti á þessum samfélagum að gera það, og það mikilvægara heldur nokkur sem finna fyrir að vera með öflug samtök og baráttufólk í þeim málum, og ég held að það sé alveg það sé ekkert, ég skal ekkert segja það akkurat hvernig réttindabarátta skal fara fram og hvernig ekki. Hún auðvitað bara fjölbreytt, það eru mismunandi einstaklingar, mismunandi hópar sem að berjast fyrir réttindum, sem róttækari en önnur,
og það við þurfum svolítið bara að hafa blöndu af þessu öllu. Við þurfum að hafa fólk sem að að standa meira í þessu bjúrókratíska, við þurfum að hafa grasrótarhreyfingar sem eru kannski að grípa til róttækari aðgerða sem að þú veist, falla ekkert endilega í kramið hjá góðborgurum landsins. Vegna þess að það já, þú veist, við megum heldur ekki láta svona einhvers konar tone policing og ofur áherslu á það að vera einhvern veginn svona þessi respectability politík, að verðast einhvern veginn svona að fylgja leikreglum samfélagsins þegar það sem í rauninni sko, þú stendur frammi fyrir ekki þar. Það sem þú stendur frammi fyrir að afmennska þig, reyna að taka í réttindin í burtu, og þá þú getur ekki alltaf einhvern veginn tekið þann pól í hæðina að þú þurfi bara að láta það við ganga. Þurfa að þóknast. Já, eins og til dæmis bara með hinsegin baráttuna, þá auðvitað hefur hún hún tók á tímabili rosalega mikið þá stefnu að svona sýna hinsegin fólk sem einhvern veginn venjulegt, að fólk sem væri bara aðlagað samfélaginu, það væri venjulegt fjölskyldufólk sem byggi í Grafarvogi, ætti 2 börn og hund, og það kom að miklu leyti líka sem viðbragð við alnæmisfaraldrinum, vegna þess að orðræðan var svo svakalega hattur þá, og þetta bara aðgerðaleysi stjórnvalda víð heim alveg skelfilegt, og hafði mjög djúpstæð áhrif á margar, á heila kynslóð hinsegin fólks, og þannig að þá var farið í þetta svona borgaralegu pælingarnar með það að fá jafnrétti til hjónabands og þess konar, en það eitt og sér dugir ekki til, vegna þess að það að reyna að þóknast samfélaginu með því að verða eins og það ekki á forsendum þess hóp sem undir okkur. Ef réttindabaráttu fer alltaf fram á forsendum þess sem í rauninni hefur valdið, að þá aldrei raunverulega fullum jöfnum réttindum náð. Þannig að það þarf þetta allt. Bara frábært punktur, sko. Takk. Mjög alveg. Veit ekki, líka bara, mér finnst að stjórnvöld ættu að grípa hanskann og heyra í fólkinu sem að berjast fyrir réttindunum, sem að stjórnvöld takiði ábyrgð, og ríkisstjórnvöld má alveg heyra bara í, þú veist, í já. Þessum samtökum. Já, takk, já, það var ógeðslega erfitt, í alvörunni, ásakið. Já, ríkisstjórnin ætti bara að heyra í samtökum og bóka fund, bara svona í alvörunni, því að við... Þegar það ekki reynslu af, eða það ekki... Ekki á mér að fara, ekki á okkur, nei. Nei, aldrei, nei. Nei. En hjá ykkur? Það hefur alveg verið eitthvað, en það mætti alveg klárlega vera meira en meir. Já. Mikið meira. Því að margir líta upp til ríkisstjórnin hennar, skiljiði. Já, og svo náttúrulega ýmislegt líka bara sem þarf að græja í löggjöf og reglugerðum sem hefur ekki verið gert og hefur reynst mjög erfitt að gera, líka bara eins og í okkur tilfelli þá varandi að fylgja eftir lögum kynrænt sjálfræði sem voru sett fyrir 5 árum síðan. Hvað sagðirðu fyrir því? Fylgja eftir lögum kynrænt sjálfræði, þau voru sett fyrir 5 árum síðan og það er ekki ennþá búið uppfæra allar reglugerðir í samræmi við það. Viljið þið spyrja eitthvað? Eða bæta eitthvað við? So I wanted to say, what how, wait, no. So I'm trying to put it in a grammar that works for English. Okay, so what do you think is going to happen in this, next years with especially with teenagers? Because I'm seeing a rise in us versus them mentality, as Robin was talking about before, and me personally, I'm kind of scared.
Þetta er mjög góð spurning. Já, Takk fyrir það. Hvað, spyrjum hvort það væri meiri aukning í þessu Já. að skipta ykkur í þessa flokka eða þú veist? Já, hvert leiðir þetta okkur? Þessi aukning í haturshús, hvernig lítur framtíðin út? Og kannski sérstaklega hjá unglingum eða ungu fólki. Af því þetta lítur ekki svo vel út núna. Nei, við erum náttúrulega höfum séð hluti gerast til að mynda í Bandaríkjunum og líka sumstar í Evrópu eins og í Ungverjalandi þar sem að gleðigangan var nýlega bönnuð. Akkurát. Og við vitum það alveg að þú veist, þetta sýnir bara það og við sjáum rosalega margar hliðstæður við atburði sem áttu sér stað í Þýskalandi á 4. og 5. áratugi síðustu aldar. Þannig að, og við höfum séð náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að bara hver réttindin á fætur öðrum eru tekin burt. Þannig að þetta leiðir þetta á endanum bara til fasisma ef ekkert aðhafst. Já. Ef ekkert aðhafst. Já, algjörlega. Ef þessi bara leyft að grassra. Auðvitað. Og þetta er náttúrulega mörg skref aftur á bak, sko. Já. Alveg sko, bara mörg. Og líka það er svo magnað að ljótt að segja þetta en fólk, sko, en sko, fólk vill ekki deyja út sem hefur til dæmis einhvern veginn, til dæmis bara í garð Samtaka 78 hér heima núna bara með þessa fegurð að skilur fólk að flytjast hingað hvarvetna frá veröldinni skilur þetta er svo rosalega mikilvægt að ríkisstjórnin standi vörð þetta út af því að sama þótt að samtökin sé rosalega myndi ég segja svona establisher stofnun til dæmis, ég tek Samtök 78 sem dæmi, establisher stofnun hér á Íslandi sem spannar núna hvað, þetta eru 60 ár skilur ef ekki meir frá upphafi svona alveg frá upphafi þegar göngurnar byrjuðu að en á sama tíma fólkið einhvern veginn virðist ekki deyja út sko sem reynir að brjóta þetta niður sko þetta er einhvern veginn svona ég veit ekki hvað innrætið þetta er í okkur sko eins og þú segir skilur hvarvetna í veröldinni sko Og virðist kannski hér hefða líka að leiða til meira bara ofbeldis, svona physical ofbeldis Já, ég tala ekki einu svona út í Evrópu og Bandaríkjunum bara stríð, ég meina það er ekkert langt síðan að Danmörk bara lýsti því yfir að þau eru að undirbúa sig fyrir stríð. Skilur þessi litla 6 milljóna manna þjóð og sömulegis Frakkar sem eru jú svo sannarlega stærri og eitthvað svona alls konar. Iceland is gonna turn out like some countries in Europe, like Italy, for example. Like, I don't know, a day everything is fine, the second day, like some fascists are like doing the Roman salute in the Piazza del Duomo. I don't know the name in English. No, Piazza del Duomo is something else. And the police, instead of like, I don't know, locking up the fascists, they're there like beating up people who are resisting the fascism. And with how, like, especially the teenagers, you know, are behaving nowadays in Iceland, I see it as like a very likely possibility. Maybe not as big as in Italy, but please, I hope not. But at the same time, like, I don't know, especially like in my school, just on things they say, how they act, what they like and stuff. Like someone can say, oh yeah, they're just doing it because they're teenagers. They're just doing it because it's cool. But like, I use this example a lot. Imagine you're like in 1940s Germany. The first day you see like the posters about like the Jews, you know, just like, it's you know, just something something that's not true. The next day you're there doing the Roman salute with them, and you don't even know when you started to believe about all this, you know. And I mean, I like to spread awareness, but at the same time I cannot do it alone. And sometimes it feels, especially in my school, that I'm the only one fighting for it and the rest is just there. And we need more teenagers that are actually like involved in situations and problems like this. Because, yeah, they are like people that are here, yeah, they are teenagers that actually care about it, but we are the minority, unfortunately. Ég hef líka bara
líka til tæki eftir því að bara búin að gleyma hvað ég ætlaði að segja. Já, að það sé svona ákveðin fáfræði og fólk bara fattar ekki hvað þetta er að hafa, hvað þetta er stórt og hvað þetta er mikið og hvað þetta hefur mikið áhrif á fólki sem er að finnast fyrir þessu og að maður er kannski að tala hvernig áhrif þetta er að hafa á mann og þá er fólk bara er þetta ekki svolítið dramatískt hjá þér? Þetta er það er ekki þægilegt að vera að upplifa það að fólk sé að tala hvort að bara þú hafir rétt á almennu mannréttindum sem er alveg það er stórhættulegt. Já, og bara þetta kemur þeim ekki við sem náttúrulega er fáránlegt og þetta snertir alla hvort sem þau eru að verða fyrir hatursorðræði eða ekki, að þá bara það er alltaf einhver í kringum mann sem er að verða fyrir þessu og sem kannski, og það er kannski ekki tala nóg það. Þess að þetta gengur bara sífellt lengur og lengra þegar við byrja á þeim hópum sem að liggja beinast í höggi og það er búið að afgreiða það er bara farið niður listan og þannig eins og strax bara stuttu eftir að Trump tók við í Bandaríkjunum til að mynda það var ekki bara farið að taka burtu réttindi transfólk, heldur var líka strax farið að ræða það að taka tilbaka jafnan rétt til hjónabanda, strax byrjaði að takmarka ennþá frekar réttindi þungunarrofs, þannig að við vitum alveg það þetta er allt saman sama baráttan í rauninni. Sko, ef ég fæ vera smá djörf og segja, mér finnst við Íslendingar vera dálítið duglega að nota þessu sýndarmennsku aktivisma. Það er þá sem sagt þegar að í stað þess að kannski til dæmis á samfélagsmiðlum þegar var mikið umræðan baráttu svarts fólks, Black Lives Matter, að það var þannig að fólk var mikið það var í dreifingu af deildu svörtum kassa ef að þú styður Black Lives Matter sem er svona, ok, þú deilir kassa og gerir þetta hashtag en síðan er ekkert meira sem þú gerir, skilji og þá náttúrulega ertu dálítið mikið að þagga niður í umræðinni sérstaklega þegar að þetta hashtag var bara fullt af einhverjum svörtum kössum og þá náttúrulega var fólk ekki að sjá neitt kannski fólk sem vildi fræða sig það fór bara inn á hlekk eða leiðavísi sem var bara svarti kassar og þá náttúrulega var ekki að fræða sig neitt og sérstaklega líka þegar kom að baráttunni á Austurvelli þetta málefni að þá var fólk, þá var maður að sjá fullt af fólki sem hefur aldrei sett neitt á samfélagsmiðla þetta málefni en vildi bara fara hann til þess að fylgja trendinu og við Íslendingar erum líka mjög duglegir í að fylgja tískunni þegar það hentar þeim eða okkur og töff að vera menn töff að vera menn og líka það er bara vastanlegt og varst ekki með þannig að það getur verið aðeins útskóður en þú samt að það sem þýðir ekki að þú styðjir málstæðin skilur og stundum kannski varst bara að mæta hana af því bara. Já, það hefur nú verið oftar en einu sinni sem ég hef séð hatursorðræðu gagnvart transfólki frá fólki með regnboga prófílmynd á Facebook. Í alvöru? Já. Auðvitað. Einmitt. Það er líka, þessi afsökun, þetta er svo líka oft nota hjá Íslendingum þegar maður er kannski eitthvað að segja, hei, kannski ekki vera með þennan rasíska talsmáta eða vera með rasisma eða neitt þannig. Þá segir fólk að bara, ég er ekki rasti, frænka mín, kona frænka minnar fyrir ekki, er svört. Þannig að ég get ekki rasti. Og maður er bara svona, jú, það meikar ekki sens. Augljóslega getur verið með fordóma eða eitthvað þannig þótt að þú eigir einhvern nákominn eða nátengdan sem er litaður af erlendum uppruna. Og mér finnst það líka bara hræða mig ef að þú segir, ef ég kannski kalla út fyrir að vera eitthvað rasisti og þú segir bara að maðurinn minn er frá Íran eða maðurinn minn er frá Angólu eða eitthvað, þá náttúrulega er ég bara, ok, það er alveg concerning. Af því ef þú leyfir að tala svona um mig, hvað ertu þá að segja við hann þegar aðrir heyra ekki? Já. Það finnst mér eiginlega bara verra að þið segja, heyrðu, já, frændi minn er frá hvað, sem bara Sádi Arabíu, sko, ég er ekki rasisti. Það er eiginlega bara verra að ég myndi segja það.
persónulega gerir stöðuna þín ekkert mikið betri, sko. Alveg rétt, sko, þetta bara hræðilegt, sko. Also, I feel like a lot of people, they hear about this, but then they only think it applies to like saying like, oh, I know this person who's a person of color, but it also applies to your actions. Like, even if you're doing something for the movement, you're like trying to be helpful, but that doesn't mean that you shouldn't consider everything you say and do. You shouldn't think over like, am I being racist by saying this? Já, fólk notar þetta svolítið mikið kannski sem svona spjald til þess að komast út úr fangelsi einhvern veginn og líka það sem ég ætla að segja var að þú veist, sko, þetta er svona sambarlegt því líka að einhver myndi segja, nei, ég get ekki hatað konur, móðir mín er kona. Já, þetta er líka allan sem ég hef tekið eftir, þá er bara aftur ógeðslega mikið fáfræði og fólk eru að segja hluti og þau fatt ekki endilega að þetta sé eitthvað svona, að þetta sé óviðeigandi. Þetta eru svona á mjög gráu svæði og þegar maður bendir á það þá er bara, já, en ég meinti þetta ekki þannig. Já, þetta samt hljómar þannig og þetta, það var svona hvernig það hljómar. Og þá fór það í vörn frekar en að segja bara já. Frekar hann að hlusta á þegar það er verið að leiðrétta þau og benda á að þau eru kannski að gera eitthvað vitlaust, þá eru þau bara, já, en þetta er ekkert meiningin, en það þarf samt að breyta hegðuninni. Og líka bara, flest þetta fólk er bara með það hátt ego að það vil ekki beðast afsökunar. En, sorry. No, tranquila, amore. But yeah, I also wanted to talk about like you're one of the good ones. It has happened to me so many times, like, yeah, all black people, blah, 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 blah. Not you, though. You're cool. What? And they think you're gonna take it like, oh my God, I'm one of the good ones. Oh my God, I am so, like, and it's so dumb, because, like, you are putting a part of me down, and then, like, you're trying to make me feel special, which is not working. By saying I'm one of the good ones. What does one of the good ones mean? Like... Mér finnst líka svona hatursorðra oft verða til, þú veist, í úlingahópum. Eins og í skólanum mínum máluðum við tröppurnar upp á úlingastigs innganginum í regnbogaleitunum. Og nú eru margir strákarnir sem að neita að ganga niður tröppurnar eða stíga á regnbogan og vilja frekar þú veist, klifra niður handriðið eða eitthvað. Að þú veist, auðvitað með að vinir þeir ekki sjá þá þú veist, smitast af regnboganum. Þannig að, já, þú veist, ég er náttúrulega bara eitthvað, hvað ertu að meina? Já, þannig ég held að þetta sé mikið svona hjarðhegðun einhvern veginn og þú veist, þetta er eitthvað svona, þú veist, þú ert ekki cool ef þú samþykkir annað fólk sem er öðru sem þú. Hvað er þetta gamalt fólk? Þetta eru bara úlingar, þú veist, bara á mínum aldri. Það eru bara 14-15? Já. Yeah, even it goes up to like some of the like freshmen in math school as well. Like, it's genuinely crazy. This is why I say just paint all of the floors rainbow, so then they either have to learn to float or to deal with it. Listen, you can either develop some superpowers or you can just get over yourself. Það getur ekki verið það mikið vandamál að labba á rauðum, gulum, bláum stigum. Fyrir ekki, þetta er stigi. Hvað er svona slæmt við þetta? Það bara breytir engu, þetta er bara alveg einn stigi, einu munurinn er örlítið þykkra lag af málningu. Sem viðkomandi aðeins ætti ekki að finna fyrir. Já, það er bara, ef þú myndi ekki horfa niður, þá, þú veist, bara asnalegt, sko. Okay, snowflake. Þetta er bara mjög asnalegt, ég skil ekki hvaðan þetta kemur. Ég hef alveg heyrt þetta er líka stundum í svona tölvuleikjum líka. Eins og á Pride, þá er einum leik, þá er breytt göngustígunum í svona Pride göngustíga. Jesús, ég veit ekki einu sinni fylgjast með fólk, þau bara hoppa yfir það í staðan fyrir bara að labba yfir það eins og venjulega. Video game character touching a rainbow painted Já. I feel like you need to develop some priorities in life at some point. You need to go outside and do something. En síðan er þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál, sko í garð sérstaklega bara ungs fólk sem er líka bara að finna sig og leita að hver það er og svo framvegis og að þetta sé einhvers konar norm hjá einhverjum vinahópum og einhverju leitandi og veit ekki hvort hann sé hinsegin eða hvernig sem er eða eitthvað, skilurðu, að það er náttúrulega hræðilegt fyrir þá einstaklingar, sko.
Já, við vitum alveg af því að það, sko, úlingar í dag eru hrættari við að koma út úr skápnum, sko, heldur en þeir voru fyrir nokkrum árum. Þetta því miður kemur mér ekki óvart. Þegar þetta eru sögurnar. Og það nú nógu erfitt oft nú þegar, sko. Yeah, I mean, it's just this fear of not being seen as like normal. Like, it's not even necessarily just the part where it's like, yeah, I like someone of the same gender. It's the fact that saying it gets you seen as someone that's like really like extra. Like, oh yeah, you just had to go and say it. You're rubbing it in my face. Like, if you tell me that you got a girlfriend, then I'm supposed to just be like it's normal. But if I tell you that I got a girlfriend, then I'm shoving it in your face. Og líka sko þetta, þess að líka ef þú ert hinsegin í grunnskóla eða eitthvað og ert kannski að fara í skólasund og þú kannski, þá þú veist, jafnaldarar þínir, þá stelpuna sem fara með þér í skólasundi eru bara eitthvað, guð, ég vona að þú verður þess að mann sé ekki hrifin af mér eða eitthvað svona þannig, eða þess að mann sé ekki pæli mér í sturtuklefanum, mann bara svona, þú veist, þótt að maður sé hinsegin þýðir ekki að maður sé að leita eða laðast að öllu sem hreyfist, skilji, sem maður er bara að lifa í sína eigin búblu. Og þetta er bara einhvern umræða sem, sko, var rosalega áberandi fyrir 30-40 árum síðan. Þú veist, þetta er bara að koma aftur og reyndar sem hefur við höfum oft talað það, sko, þessi umræða er í gangi núna transfólk sem var samkynhneigt fólk fyrir 20-30 árum en já, greinilega einmitt líka er það ennþá sérstaklega eigur líklega færist í aukana gagnvart hinsegin fólki almennt. Svo ég skjóta einu inn spurningu því sem þú veist að lýsa í skólanum eru hvað kennararnir hljóta að taka eftir þessu, er þetta bara samþykkt af þeim, er þeim drullu sama eða hvað er í gangi? Drullu sama, myndi ég nú eiginlega bara segja. Allavega í skólanum mínum, kennararnir eru mjög næst, þú veist það er fullt af hinsegin kennurum og þetta er mjög, þú veist, skólanum minn er mjög góður að því leyti. En þetta, þú veist, það er alveg erfitt að stoppa þetta og mér finnst við til dæmis ekki fá nógu mikla fræðslu inn í skólan og hún byrjar ekki nógu snemma. Þú veist, við erum búin að fá eina fræðslu frá samtökunum 78 bara, þú veist, síðan ég man eftir að byrja á unglingastigi og þú veist, þetta er bara ekki nóg og kennararnir get ekki verið að, þú veist, slökkva alla eldana. Fékkst, er þetta ein fræðsla frá því og byrjaðir í grunnskóla eða bara í unglingastigi? Já. En við hefum ekki fengið, ég man eftir að fengið fræðslu frá alla samtökunum, þú veist, á mínum skólaferli. Akkurat, þannig að þetta er einmitt. Okay, grazie. I was going to say that the teachers, people who know me know how much I don't like my school. I don't like no one here. So basically, I hope this doesn't go to like. You just said that on television. But like, my school does nothing. I remember like last year in 9th grade, they called Chanel Bjork once just to say, yeah, we're doing something, and called it a day. Didn't talk about that. There were people laughing at her face for what she was saying, that it was even true. Just because, I don't know, and the teachers did nothing about that. It took me 3 years to finally get some action, just because my friend then joined, of me calling out people and the teachers to tell them to stop drawing the swastika, to carve it in school like banki, like tables. For no reason. They never saw a fascist, they never saw a Nazi, they never saw them in their face. Like, and yeah, it took me so long to like tell my teachers, please stop drawing, please stop like stop the kids from carving or drawing swastikas. Please stop the kids from saying the N-word, saying anything hateful. And then my friend, she's white, of course. She tells them one day, you know, and because she was defending me on something that happened in school, Christopher, for those who knows, and yeah, then the teachers went to our class and like when we were in Umsion, and like they talked about it to my class. I was just like, okay, so it took me 3 years, but my friend does it in not even 1 hour. Like, what is this? And also, like, they think that just because they're Icelandic, then they shouldn't care about Nazism or fascism. Like, it happened in 8th grade that like someone like drew a huge swastika and I said like, why would you draw that? And someone said, why would you care? You're Italian. One, F in history. First. Second, what does that mean? That just because I'm one nationality, then I shouldn't care about something that affected the whole world?
það náttúrulega bara líka, þetta bara rosa mikið með eins og Hakakrossin, bara til dæmis, ég með dæmi bara frá því í dag. Við vorum með það var þemadagar hjá okkur í skólanum og við erum náttúrulega bara ekki í námi og við vorum í svona góðgerðarstöð og þeir tóku sem sagt poka og litu Hakakrossin á pokan og setti það á band og fannst það bara svo góð hugmynd að bara labba skólan með það á sér og gera eitthvað salút sem ég ætla ekki að nefna. Og það var ekkert gert við þetta. Það var bara, heyrðu, Bjöti, please, hættu þessu. Það var ekkert tekið í þetta. Þeir bara, þeir heldur síðan bara áfram á næstu stöðu eins og ekkert gerist. Og grunnskóla kennara, að þeir eru alltaf hræddir við að taka umræðina, sem er miklu hættulegra heldur en að bara setjast niður og ákveða bara að taka umræðina. Að þú veist, það að reyna að leiða þetta hjá sér og að sleppa því að tala málefnið, það gerir það bara ennþá verra. Svo það þarf einhver bara að taka hanskan og taka spjallið og ég man líka, það gerist líka hjá mér í grunnskóla, ég var í Ingunnarskóla í útkverfi, ógeðslega gaman og það var þannig að það var sem sagt loksins var komið á fræðslu þú veist, rasisma og hinsegjanleikann. Ég hélt þarna fyrst bara rasisma og ég var rosa spennt fyrir því og ég er alveg bara spennt fyrir því ég hélt að það myndi koma kannski litur manneskja og þá loksins myndi ég finna fyrir einhverju svona þörf eða finna fyrir því að ég væri ekki ein í heiminum, skilji. Því mér vantaði fyrirmyndir sérstaklega á yngri árum. En þá náttúrulega mér til vonbrigðar kemur hvít manneskja og nefnir eitthvað nokkrar hluti rasisma og síðan er þetta bara búið og tala síðan bara eitthvað annað. Sem ég fannst ógeðslega leiðilegt því ég náttúrulega var búin að bíða spennt eftir því að fá loksins fræðsluna en síðan kom fræðslan ekki og þá náttúrulega fattaði ég að ég þyrfti svolítið mikið bara að gera þetta sjálf. Sem krakki. Það er líka sumir aðilar sem finnst bara svo ógeðslega gaman að rífa niður hvað kallast eftir fáninn? Pride-fánanir. Það er sem sagt víst búin að vera einhverjir, hvað kallar maður? Svona einhverjir sem eru bara búin að vera hverfinu, ég sem sagt bý í Breiðholti og bara rífa niður alla. Þetta er bara faraldur sko, þetta er bara hræðilegt sko, alltaf bara verið að rífa þetta niður. Já, þetta er bara búin að vera rosa mikið í gangi í þessu hverfi, bara mjög mikið rætt. Ég hef bara heyrt þetta mjög oft og það er bara ég trúi þér rosa mikið, ég bara með þess að heyrt að bekkjabræður mínu voru að því sko. Já, þú voru skornir niður regnbogafanar og lögreglan vildi ekki tala það sem hatursglæp. Það voru bara skemmdarverk. Já, það voru skemmdarverk. Þetta er nú bara bæði, sko. Það er munur á því, þú veist, segjum bara ef eitthvað myndi skemma íslenska fánan og síðan Pride-fánan. Hitt væri náttúrulega, þetta er ekki bæði. Að taka niður íslenska fánan, það væri bara venjulega skemmdarverk. Hitt er alveg hatursglæpur. Þetta er rosa mikið svona, og það er einmitt þess að við vorum að tala áðan eins og hversu erfitt það er að fá sakfellingar í hatursverðuðu málum. Vegna að það er svo rosalega erfitt einhvern veginn að sanna það nógu vel að það uppfylli einhver ákvæði. Þannig að sko, fólki fær rosalega oft inn út af vafan, svo einmitt að líta ekki einhvern veginn á það að sá verknaður að skera niður regnbogafána hafi einhverja merkingu. Já. Svona regnbogafáni getur ekki verið þessi fáni getur ekki verið svona slæmt fyrir þig að sjá, þú getur ekki bara verið labbandi einhvers staðar og það eyðileggur daginn að sjá regnboga á fána og síðan bara rífa hann niður og eyðileggja daginn fyrir einhverjum öðrum í staðinn. Yeah, I mean, I feel like it's just important to say, like, this isn't some unique experience of just one school where these kids are going around carving in swastikas, Nazi salutes. This is running rampant. These kids, I think it's a serious impact that history isn't being taught as thoroughly as it should be. It's not even its own subject in Grundskólanum. It's seriously, like, I think it's very impactful that they should be learning about these things and that it actually was very important and very real and it hurt very real people and killed very real people. They shouldn't be they shouldn't be so ignorant that they should be able to go around doing the Hitler salute and carving swastikas around. So yeah, I wanted to say that, I mean, I'm from Italy, so we take history very seriously. Our history, especially like World War II, and every time, like,
because also in Italy, like at the end we learn history, but like I already explained it to like the city council that there is a lot of propaganda also there, you know, and there are some things that I learned about fascism that I only learned like outside of Italy when I started to get into history alone, and I was so angry because like for a long period of my life I thought that Italy was never in the wrong, because like we saved some Jews and whatever, and this gets me to a point that like if we don't teach history, and especially if we teach it wrong, only like the things that we want to hear, then it's useless to learn history, you know. Because actually, if I never like got into like history, I would still think that fascism isn't that bad. I would still be thinking that. I would still be thinking that Mussolini saved Italy when like Italy was poor. This is what they teach us, you know. It's so much propaganda, and we don't even notice. We need like real history teachers, and it needs to be like a subject, you know, like a real subject, not like a part of it. Subject or something, yeah. And I mean, at least we learned it like in Italy, but also like I saw some other countries in Japan. They don't even know their history. They don't even know what happened in World War II, you know, because we're trying to hide it. Why are we trying to hide it? Þú veist, já, eins og ég segi, það sem allan að við getum verið sammála það að það náttúrulega þarf að auka umræðu fordóma og hatursorðræðu í samfélaginu. Mér finnst það líka, þú veist, það að fara aukast í rétta átt, því til dæmis bara þið öll sem eru hér í dag eru komin til að hlusta, og þið, ég veit ekki hvað eru margir á netinu, hæ, þú veist, takk fyrir að koma að hlusta, já, akkurat, þú veist, takk fyrir að hlusta, því það náttúrulega sýnir mikilvægi þess að fólk vill koma og læra og heyra það sem aðrir hafa að segja. Og þetta eitthvað sem að, þú veist, við þurfum bara, við sem samfélag í rauninni, þurfum bara að vera duglegri að vera tilbúin að hlusta og læra og skilja sögur annara, og það þarf ekki endilega að, hvað segir maður þarf ekki að setja í spor annara, auðvitað, en á sama tíma þarf maður líka að geta trúa sögunum, maður má ekki bara eitthvað að hunsa þær eða neitt þannig. Þannig eins og ég segi, það einu sem ég hef að segja að bara, mér finnst við vera mjög flott og takk fyrir að deila. Bara þeir sem, já, takk fyrir að deila og segja okkur bara sögur, og að gera haldið áfram að segja sögurinn ykkar, þær eru mikilvægar. Mjög mikilvægar og rosa gott fyrir grunnskólana að vera meðvituð, svo gigantist meðvituð þetta upp á það að gera. Það erfitt að reka grunnskóla, geti ímynda mér, ekki það ég hafi gert það, og líka þessi ásýnd grunnskóla, þau vilja fá krakka inn og búa til eitthvað öruggt samfélag og allir eru brosandi og eitthvað svona, en grunnurinn að það aldrei þannig. Það verður að horfast í augu við vandamáli, skilu, og þetta líka bara svo fallegt, þetta eru börn sem eru að þroskast, skilu, og það þarf að hjálpa þeim við það, sko. Og það vantar meiri fræðslu fyrir starfsfólk. Hárrétt. Og nemendur líka. Hárrétt. Já, en líka starfsfólk, til þess að þið geta miðlað. Ég hef bara ekki fengið hinsegin fræðslu í mínu skóla bara 1 eða 2 ár, sko. En það samt, sko, svo sem tekið fram þá það samt framför, ég fekk aldrei hinsegin fræðslu í grunnskóla. Já, ok. Nei, ég held ekki heldur, því ég pæli því. Frábær lokaorð, smá von í þeim, smá von allavega að við séum hér. Takk kærlega fyrir að koma og höldum baráttunni áfram, er það ekki? Ég hlýst á ykkur. Takk fyrir.